Fundastjóri, formaður Sjálfstæðisflokksins, kæru vinir. Það afskaplega gaman að sjá ykkur svona mörg hér núna. Þið eru umtalsvert fleiri í salnum en þegar við Þórður Þórarinsson fluttum æsispennandi skemmtiskýrslur ritara og framkvæmdastjóra upp úr klukkan 9 í morgun. Sérstaklega sé ég áberandi mun á fjölda Eyjamanna í salnum. Blessaðir allir. Það mjög mikill heiður að standa hér í dag sem ritari Sjálfstæðisflokksins. Það eru 2,5 ár liðin frá því að ég var kjörin ritari flokksins hér á þessum fundi. Það voru þið sem treystuð ungu fólki fyrir ábyrgð. Þið treystuð mér til að sjá innra starf flokksins og þið treystuð mér til að tala máli flokksins út á við í forystu hans. Fyrir það ég afskaplega þakklát. Mig langar í stuttu máli að rifja upp síðasta landsfund og aðdraganda hans. Fyrir fundinn hafði stór hópur ungs fólks komið saman til að undirbúa sig fyrir landsfund. Við skipulögðum okkur vel en vorum óviss það hvernig fundurinn myndi taka í tillögur okkar. Það óhætt að segja en það glatt okkur hversu vel fundurinn tók okkur og tillögum okkar. Hann staðfesti allar væntingar að Sjálfstæðisflokkurinn væri raunverulegur merkisperi frjálslyndis á Íslandi. Á þeim landsfundi var samþykktar ályktanir aukið frelsi, minni afskipti hins opinbera, lægri skatta og þannig mætti áfram telja. Ég ákvað á þeim fundi og af því að ég fann hvernig þið, kæru vinir, tókuð í tillögur unga fólksins að bjóða mig fram til ritara. Ég vildi leggja mitt af mörkum til að gera þennan góða flokk enn betri. Það gerðist allt hratt og það sem ég hélt að yrði snörp sólarhrings kosningabarátta breyttist í eitthvað allt annað þegar þáverandi ritari flokksins, núverandi utanríkisráðherra, dró framboð sitt tilbaka á stórmannlegan hátt til að ný kynslóð fengi rödd í forystu flokksins. Sumir segja að vika getur verið langur tími í pólitík. Í mínu tilviki var það sólarhringur sem öllu breytti. Sjálfstæðisflokkurinn áreindar langa sögu í því að treysta ungu fólki. Bjarni Benediktsson eldri var borgarstjóri í Reykjavík 32 ára. Og eftirmenn hans, Gunnar Thoroddsen, Geir Hallgrímsson, Birgir Ísleifur Gunnarsson og Davíð Oddsson voru allir vel innan við fertugt þegar þeir tóku við embætti borgarstjóra. Auður Auðuns, fyrst kvenna til að gegna því ágæta embætti sem við vonandi sjáum í höndum Eyþórs Arnalds innan skamms, hingað til eini borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins sem tók við embætti eftir fertugt. En hún var líka brautryðjandi á annan hátt. Formaðurinn okkar núna var 39 ára þegar hann tók við embætti formanns fyrir bráðum 9 árum og ég viðurkenni að einu sinni fannst mér 39 ára alveg rosalega gamalt. En ég lofa að það að breytast hægt og rólega. En þetta ber allt í sama brunn. Flokkurinn okkar óhræddur við að treysta fólki og óhræddur við að breyta. Andstæðingar okkar vilja gjarnan skilgreina okkur sem afturhaldsflokk, kerfisflokk. En staðreyndin sú að allar helstu breytingar, allar helstu jákvæðar breytingar sem gerðar hafa verið á íslensku þjóðfélagi urðu undir stjórn og forystu Sjálfstæðisflokksins. Það eina helstu ástæðum þess að ég svo stolt af því að vera ritari flokksins okkar. Kæru landsfundagestir, ég las daginn athyglisvert viðtal við nýráðinn framkvæmdastjóra breska íhaldsflokksins sem sagði að hægri menn væri sem stendur undir í umræðunni. Það stafaði af tvennu, hægri menn væri hógværari og notuðu tíma sinn í annað en að rífast á netinu, en svo vantaði líka einfaldlega upplýsingar til að miðla.
Það mikið til í þessu. Á meðan vinstri flokkarnir ná engum árangri, gera ekkert og afkasta engu, eru þeir samt rosalega duglegir að tala. Já, þið giskuðu rétt, ég að tala Dag B. Eggertsson. Það mætti í stuttu máli segja að á meðan vinstri menn eru að tala, þá erum við að vinna. Og sjáiði þetta. Sjáiði þennan árangur sem hér birtist fyrir aftan mig. Þessu höfum við áorkað, sjálfstæðismenn allt land. Það skiptir nefnilega máli fyrir þjóðina að Sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisstefnan sé í forgrunni. Það skiptir máli að við vinnum kosningar. Já, meðan ég man, þetta alls ekki tæmandi listi, en þetta eru samt allt verkefni sem við getum verið og erum stolt af. En við þurfum að vera miklu duglegri að segja frá því sem við erum að gera. Við eigum að vera í fararbroddi, í miðlun upplýsinga, líkt og við erum á öðrum sviðum. Við þurfum að skrifa greinar, læka, tísta, deila og snappa, taka umræðan á kaffistofunni, í fjölskylduboðunum og þannig mætti áfram telja. Við erum stolt af verkum okkar, við erum stolt af flokknum okkar, en við þurfum að vera miklu duglegri að segja frá því. En kæru vinir, við náum árangri fyrir landið okkar af því að við erum, ólíkt flestum öðrum flokkum, með grunnstefnuna í lagi. Við vitum hvaðan við komum, hvar við erum og hvert við ætlum að fara. Við erum stór og samheldinn flokkur. Við komum hér saman á landsfund, tökumst á hin ýmsu málefni, stundum harkalega, sem er gott og heilbrigt, en förum alltaf út sem sterkari heild. Á fundum mínum með flokksmönnum víða land hef ég skynjað sem eðlilegt er að áherslur og þarfir fólks eru mismunandi eftir byggðarlögum. Það er okkar að bregðast við þeim áherslum og sjá til þess að hver einasti félagsmaður okkar finni að á hann er hlustað. Styrkur okkar felst í því að vera fjöldahreyfing fólks með ólíka þekkingu, reynsluheim og áhugamál og í þennan viskubrunn sækir Sjálfstæðisflokkurinn. Í Fjallabyggð hitti ég unga konu sem hefur ekki starfað innan flokksins áður, en hún kom á fundi mín fyrr á árinu og sagði: Áslaug, ég er svo ánægð að fundurinn sé á bar. Ég hefði aldrei komið að þetta hefði verið eins og hinir stjórnmálafundirnir í félagsheimili eldri borgara. Þessi unga kona er hér á landsfundi í fyrsta skipti. Það verður ekki það deilt að Sjálfstæðisflokkurinn er öflugasti flokkur landsins á öllum sviðum. Flokkurinn á, hér eftir sem hingað til, að vera brautryðjandi nýrra hugmynda, vera leiðandi í umræðunni og vera skrefin á undan þegar kemur að mikilvægum málum. Myndin hér fyrir aftan mig sýnir sterkustu hlið flokksins. Þið sjáið sjálfstæðisfélögin út allt land og innan þeirra leynist mesta auðlind flokksins. Fólkið sem hefur valið sér að skipa sér í sveit Sjálfstæðisflokksins, fólkið sem veit að sjálfstæðisstefnan hefur reynst þjóðinni best, fólkið sem lætur sig varða heill og hamingju íslensku þjóðarinnar. Við megum þess vegna aldrei missa sjónar á stóru myndinni og við megum aldrei láta utanaðkomandi aðstæður feykja okkur koll. Við erum flokkur sem stendur í fæturna sama hvað á dynur og það gerum við með skýrri framtíðarsýn og það gerum við á þeim grunni sem öll þessi félög eru reist.
Kæru vinir, formaður okkar minntist Ólafar Nordal í ræðu sinni í gær. Ólöf hafði einstaka framtíðarsýn og taldi mikilvægt að við myndum aldrei missa sjónar á því hvert við værum að stefna. Hún var óþreytandi við að minna okkur á að það væri ekki bara hlutverk stjórnmálamanna að tala, heldur væri enn mikilvægara að hlusta, ekki síst þegar fólk væri komið í forystu Sjálfstæðisflokksins. Við heiðrum minningu hennar best með því að halda áfram að fylgja ráðum hennar og gera enn betur í því að hlusta á fólki í landinu og tala skýrt fyrir sjálfstæðisstefnunni. Samfélagið er stöðugt að breytast. Við sjáum það allt í kringum okkur, litlar og stóra byltingar, bylting í tækni, gjörbreyting í atvinnuháttum, viðsnúningur í viðhorfum. Hvort sem það er kallað fjórða iðnbyltingin eða MeToo-byltingin, í Bandaríkjunum þar sem við sjáum unglinga vera að breyta og hafa raunveruleg áhrif á umræðuna byssueign og skotvopnareglur. Það er allt á fleygiferð. Heimurinn er að taka stöðugum breytingum, en við erum ekki að tala um breytingana vegna. Við erum ekkert sérstaklega stemd fyrir slæmum hugmyndum, eins og aðild að ESB eða kollvarpa núverandi stjórnarskrá. En flokkurinn okkar hefur alltaf verið tilbúinn að leiða breytingar til góðs, breytingar sem gera lífið betra. Við þurfum að leiða þessar breytingar. Sjálfstæðisflokkurinn á sínum trausta grunni getur leitt þjóðina inn í framtíðina. Og okkar verkefni er að horfa 20-30 ár fram í tímann. Hvernig viljum við sjá Ísland eftir 20-30 ár? Og hvernig viljum við sjá Sjálfstæðisflokkinn þá? Kæru landsfundargestir, Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur allra landsmanna. Hann er flokkur kvenna, hann er flokkur karla, hann er flokkur unga fólksins, hann er flokkur þeirra sem eldri eru. Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur kennara, hjúkrunarfræðinga, hann er flokkur iðnaðarmanna, forritara, skrifstofufólks, atvinnurekanda og þannig mætti áfram telja. Öll þessi ólíku sjónarmið eiga eitt sameiginlegt: sjálfstæðisstefnuna. Allir þessir ólíku einstaklingar móta á grunni hennar stefnu sem er stefna almannahagsmuna, stefna sem nýtist þjóðinni allri. Sjálfstæðisflokkurinn er fyrir alla og hann á að tala við alla. Við getum gert betur í því að fá fólkið í landinu til fylgis við flokkinn og þá stefnu sem hann boðar. Það er verkefni sem bíður okkar. Það gerum við með því að hlusta á þjóðina, hlusta á þá sem reka fyrirtæki, stór og smá, hlusta á þá sem kenna börnunum okkar, þá sem starfa í heilbrigðiskerfinu og alla hina. Þannig eigum við samtal við almenning, þannig aukum við fylgi flokksins og þannig gerum við lífið betra fyrir okkur öll.